Ein af aðalástæðum af hverju ég vil þetta tiltekna verk sem eitt af mínum uppáhalds einfaldleikinn og einfaldleikinn í forminu og hversu auðvelt það að lesa. Það akkurat þetta augnablik þegar þessi sem skýst hérna í gegn að kljúfa hljóðmúrinn og mér finnst eins og það sé ég heyri nánast hljóðið þegar hljóðmúrinn springur og skýin fara að snúast hérna í kringum allt formið. Ásmundur sagði árið 1966 í viðtali, á sama tíma var verið að gera stækkun að þessu verki fyrir utan Hótel Loftleiðir eins og það hét þá, að hann hefði fengið hugmyndina að því þegar hann sat í flugvél og horfði út gluggann og niður á jörðina í gegnum skýin. Hann hefði ímyndað sér kyrrðina og fegurðina sem var þarna að finna, fannst eins og flugvélin sem hann sat í væri að rjúfa þessa kyrrð og væri eins og skrímsli sem var að fljúga inn í himnaríki og trufla kyrrðina. Auk þessarar útgáfu sem stendur hérna inni á sýningunni verkið að finna á 2 öðrum stöðum. Það að finna fyrir utan Hótel Natura sem kallaðist áður Hótel Loftleiðir og í stækkari mynd og sömuleiðis í Pepsi skúlptúrgarðinum í New York fylki í Bandaríkjunum.